Komið sæl. Í dag ætlum við að fara yfir verkáætlanir í byggkerfinu. Við munum skoða hvernig á að stofna og vinna með verkáætlanir, hvernig áætlanir tengjast kostnaðaráætlunum, aðlögun verkáætlana eftir verktíma og starfsmannafjölda, skiptingu verkþátta í hæðir og áfanga og hvernig bundaleiðin virkar í áætluninni. Verkáætlanir eru mikilvæg stjórnunartól í framkvæmdum og skipulagningu verkefna. Við skulum byrja að opna verkáætlanir í byggkerfinu. En gerum það hér. Við opnum kafla 2.6 og hér eru leiðbeiningar hvernig kaflinn virkar og hér munum við stofna verkáætlanir. En verkáætlanir eru sérhannað form sem að fylgir flokkun verkþátta í byggkerfinu. Verkáætlanir eru gerðar samhliða verksamningi og þær eru endurskoðaðar reglulega á framkvæmdatímanum. Markmið verkáætlana er að tryggja að verktími og kostnaður standist áætlun, að verkhópi og verktaki séu sammála tímasetningar og að hægt sé að grípa til ráðstafana ef áætlunin fer úr skorðum. Það er nefnilega ekki nóg að gera góða verkáætlun, það þarf einnig að fylgjast með framvindu verksins. En við skulum byrja á að stofna kostnaðaráætlun. Þá förum við hér í kafla 1.3 og förum hér í nákvæm kostnaðaráætlun, tilboð, útboð. Og við ætlum að stofna staðlaða kostnaðaráætlun. Og við ætlum að velja hér númer 4, einbýlishús á 2-3 hæðum úr steinsteypu og þetta eru 200 fermetrar. Við ætlum að útbúa áætlun. En þá sjáum við hér heildarkostnaðinn og fermetraverðið og hér er kostnaðurinn sundurliðaður eftir flokkum. Þá getum við séð kostnað hvers flokks. En þá erum við komið kostnaðaráætlun fyrir verkið okkar en við viljum gera hana að útboðsgagni og það gerum við hér og höfum við gildandi útboðsáætlun. Þá sjáum við að hún birtist í kafla 2.2 undir verklýsingar og í magntölukaflanum í kafla 2.3. Við skulum opna hann og þá sjáum við hér kostnaðaráætlun okkar og hún er gildandi útboðsáætlun. Þá getum við að fara aftur í kafla 2.6, verkáætlanir. Við förum hér í verkáætlun og við ætlum að stofna nýja áætlun og við ætlum að gera hana út frá nákvæmri áætlun eða útboðsgagni í kafla 2.3 sem við vorum að búa til. Við getum hér á áfram og við gefum henni heiti og veljum upphafsdagsetningu. En það er dagsetningu sem að verkið á að byrja. Prófum hér 1. apríl og við ætlum ekki að breyta þessu að sinni og ýtum áfram. Hérna er hægt að skipta verkáætlunum eftir hæðum eða svæðum eða áfangum. Við skulum velja hæðir og hérna getum við sett fjölda hæða og það eru 2 hæðir. Hérna er þetta að velja hvort það stiftar undirstöður og neðsta plata séu með eða hvort það stift plata yfir efstu hæð. Við skulum segja já við fyrra og nei við seinna. Og hérna er þetta bæta við auka álagi í prósentum á alla verkþætti til að gera ráð fyrir erfiðum ytri aðstæðum. Við skulum setja 5% þar og ýtum áfram. Hérna sjáum við manntímana fyrir hvern þátt. Við skulum ekki breyta þeim hér og ýtum á vista. Þá erum við komið verkáætlun fyrir verkið okkar og við getum breytt einstaka þáttum, við getum breytt byrjendadagsetning á einstaka verkþáttum, breytt fjölda starfsmanna og séð áhrif á heildartíman og við getum breytt áætlun verktíma einstakra verkþátta. Við skulum skoða það saman. Hér kemur tímagjaldið, manntímar, starfsmenn, dagar, hvenær verkliðurinn hefst og hvenær hún lýkur. Við skulum prófa að fara hérna í burðarvirki og sjáum hérna steinsteypa fyrir neðstu plötuna og þá byrja hérna 27. júní. Við getum hægri klikkað á hann og ýtt á breyta og breytt dagsetningunni. Í staðan fyrir að byrja hér á föstudegi, þá kannski vilja hann byrja á mánudegi. Við veljum það
og ýtum á vista og þá kemur hérna verkþáttur er hluti af bundinni leið og hvort við viljum færa næstu verkþætti sjálfkrafa. Við segjum OK og þá er verkþátturinn okkar. Sjá. Hérna, búin að færast fram yfir helgina og allir verkþættir á eftir eru búin að færast með. Við getum líka skipt verkþáttum eftir hæðum. Við getum til dæmis sé hérna hita- og kælilagnir. Við viljum breyta þeim. Já, við byrjum á að búa til svæði. Það gerum við hér. Hérna var greinilega búið að setja fyrsta hæð og önnur hæð. Hérna væri þetta að bæta við nýjum svæðum. Þá förum við aftur í verkáætlun okkar og förum við hita- og kælilagnir. Við segjum skipta upp eftir svæðum eða hæðum og hérna er þetta samtals 127 manntímar og hérna er búið að skipta þeim jafnt. Við ætlum að velja bæði fyrsta og aðra hæð. Við kannski gerum ráð fyrir að það færi lengri tími í fyrstu hæðina heldur en aðra hæðina og segjum hérna 77 og hérna þá 50 þannig að það verður samtals 127. Þá sjáum við hér að það er búið að skipta þessu á milli hæðana. Það er fyrsta hæðin og svo er verið að fara í aðra hæðina. En við getum valið hvernig við sjáum þetta. Við getum valið að sýna allt eða hvort að við viljum prentvæna útgáfu. Eða hvort við viljum bara sjá nafnið á verkþættinum. Þá sjáum við sjónrænu verkáætlana betur. En þeir verkþættir sem eru partur af bundnu leiðinni eru með X hér í númerinu og þeir sem eru ekki partur af bundnu leiðinni þeir fá Q eða Z. Þannig að þetta er partur af bundnu leiðinni og menn þetta er það ekki. En ef við setjum músina yfir verkþátt, þá sjáum við hér verkþáttanúmerið og hversu marga daga það tekur. En þá skulum við skoða tímalínuna. En við getum valið að sýna hana eftir sjálfgefið, sem er svona, eftir dögum, eða vikum, mánuðum, eða árum. Við getum skrúllað hérna og sé tímalínuna. Þegar við erum ánægð með verkáætlun okkar, þá getum við vistað hana og við getum opnað hana sem PDF-skjal, Excel-skjal eða vistað hana sem PDF-skjal á gagnasvæðið. Við skulum sjá hvernig hún lítur út. Hún lítur svona út í prentvænu formi.
Sjáum við hérna verkþættin okkar og sjónrænu verkáætlunina. Þá erum við búin að fara yfir hvernig verkáætlunum virkar, en það er einnig hægt að gera staðlaða verkáætlun eða nýja tóma áætlun þar sem við setjum hvern verkþátt sjálf inn eða afrita eldri verkáætlun. En aðalmódelið er að nota út frá útboðsgagni. En þá höfum við farið yfir að byggkerfi gerir okkur kleift að stofna aðallega og fylgjast með verkáætlunum á skilvirkan hátt. Við erum búin að skoða bundnu leiðina sem að tryggja að röð verkþátta sé í samræmi við framkvæmd verksins og að með nákvæmri kostnaðaráætlun getum við stofnað verkáætlun fljótt og örugglega. Takk fyrir að fylgjast með. Ef það eru einhverjar spurningar, skildu eftir athugasemd hér fyrir neðan eða hafið samband við okkur. Og endilega smelltu á like og subscribe fyrir fleiri kennslumyndbönd. Takk fyrir!